daginn, Auður heiti ég og mig langar til þess að halda áfram að þess að segja ykkur frá kryddjurtaræktun. Það sem að skipti máli þegar að jurtin aðeins farin að koma upp úr sálmoldinu og orðin svolítið svona vegleg, þá þarf maður að fara að færa hana yfir í gróðurmold. Og að því að úr sálmoldinni sem svona frekar næringarsnauð, þá setur maður hann í gróðurmold og maður þarf að velja góða gróðurmold sem að næringarmikil, af því að gróðurmold getur verið mjög mismunandi. Og á þessu stigi líka þarf maður að byrja aðeins að klippa plöntuna til. Þessi aðeins farin að verða of, ég þarf að fara að klippa hana til, það næsta skref hérna. En hér til dæmis hef ég verið dugleg að klippa og það sem maður gerir, að maður klippir ofanfrá, bara niður við laufin, einhver 2 lauf og þá þéttist hún og verður mikið gerðarlegri. Nú við þurrkum það bara það sem við erum að klippa af og notum í matinn hjá okkur, hvort í mojito eða í einhverja matrislu. En þetta semst aðalatriði þegar hún komin og aðeins búin að koma sér fyrir í gróðurmoldinni, að byrja að klippa og þétta hana. Nú margir kvarta yfir því að finna bæði flugur og jafnvel lús og annað þvíumlíkt á þessu stigi. Nú ég veit að það hægt að fá alls konar svona gildrur fyrir flugurnar sem mjög sniðugar í búðum og þessi til dæmis mjög þægileg, ég hef notað hana mikið og þá það ilmur hérna ofan á sem að lokkar flugurnar til sín og svo það að gefa eins og glæði sem mjög góður áburður og hann hefur líka fælandi mátt, þannig að ég mæli með honum. Þetta svona næsta stig sem að mig langar til að fara yfir með ykkur. Takk fyrir.